komið nóg af stefnulausum inngripum í stærðfræði sem skipta litlu máli fyrir heildarmyndina en geta kostað mikinn tíma, fyrirhöfn og jafnvel peninga. Hæ, ég ætla að gefa mér að þú eigi barn eða ungling sem þarf aðstoð í stærðfræði. Ég ætla líka að gefa mér að þú sér tilbúin til að líta á vandann í öðru ljósi. Tilbúin fyrir öðruvísi inngrip, tilbúin fyrir breytingar. Ég ætla að segja þér frá 7 mikilvægum atriðum sem geta hreinlega skorið úr hvort nemandi nái yfir höfuð tökum á stærðfræði. Takt eftir að við göngum út frá því að orsök vandans liggi fremur í kennsluaðferðunum en hjá nemandanum sjálfum. Þessi atriði eru gríðarlega mikilvæg fyrir nemanda sem stendur tæpt eða á erfitt uppdráttar í stærðfræði. En hver eru þessi 7 atriði sem skipta svona miklu máli? Skoðum nánar. Númer 1. Byrjað á byrjuninni. Það mikilvægt að byrja þar sem nemandinn staddur. Ef einhver þarf á hjálparhund að halda, þá þarf hjálpin að ná til hans. Þess vegna mjög mikilvægt að efnið sem verið sé að kenna sé að einhverju leyti kunnulegt nemandanum. Annars tengir hann ekki við það og nær ekki að skilja. Númer 2. Kennt eitt skref í einu. Það freistandi fyrir leiðbeinandann að fara hratt yfir, en það ruglar því miður oft bara nemandann í rýminu. Það mjög mikilvægt að sá sem kennir haldi sig við afmarkað efni og útskýri aðeins einn hlut í einu. Nemandinn á líklega fullt í fangi með að halda þræði og hefur enga þörf á að heyra eitthvað sem skiptir ekki máli á þessu augnabliki. Númer 3. Samfella í kennslunni. Nýtt efni verður að byggja á því sem áður hefur verið kennt. Leiðbeinandinn má ekki gefa sér að nemandinn geti fyllt í eyðunar. Skilningurinn oft því miður brotakendur. Það ekki hlutverk nemandans að finna út hvað vantar í fyrirmæli eða leiðbeiningar svo þær myndi eina heild. Þegar nemandinn skilur ekki eitthvað, þá léleg samfella líkleg ástæða. Það því mjög mikilvægt að kennarinn sleppi ekki skrefum úr leiðbeiningum eða stytti sér leið. Númer 4. Upprifjanir markvissar. Nýir hlutir gleymast hratt. Sumar rannsóknir sýna að 80% nýrra upplýsinga gleymast innan sólarhrings. Því þarf nemandinn alltaf, ekki stundum, að fá tækifæri til að æfa nýtt efni fljótlega eftir að það var kennt. Með því komum við ekki bara í veg fyrir að megnið af því gleymist, heldur man nemandinn efnið mun lengra fram í tíman, sem auðveldar honum að læra nýtt efni. Númer 5. Kennt í hæfilega stórum bitum. Heilinn heldur betur utan nýjar upplýsingar ef þær tengjast eða eru settar fram í hæfilegum bitastærðum. Þess vegna auðveldara að læra meira eitthvað sem við vitum fyrir en að læra nýja hluti. Því þá höfum við eitthvað til að byggja á. Margar kennslubækur fara því miður út og suður í efnistökum sem gerir mörgum nemendum erfitt fyrir. Kennslan ristir því oft grunnt og nemandinn á erfitt með að öðlast á færni sem þarf til að byggja framhaldið á. Númer 6. Samband. Að læra eitthvað nýtt snýst að búa til samband á milli nýrra og eldri upplýsinga, eins og að bæta við nýrri plötu ofan á lasagna, lag fyrir lag. Þegar við tengjum nýtt efni við eldra efni sem við skiljum, þá verður nýja efnið hluti af heildinni sem við skiljum og svo koll af kolli. Númer 7. Lítið bil á milli efnishluta. Þegar við skiljum ekki eitthvað, þá það oft vegna þess að sá sem leiðbeinir vísar hluti sem við skiljum ekki eða höfum ekki náð tökum á, eða það sem verra vísar jafnvel ekki neitt. Gerir hreinlega ráð fyrir því að nemandinn skilji, sem slæmt, því án samhengis engin skilningur. Og þá það komið 7 atriði sem þurfa að vera í lagi eigi nemandinn að geta lært stærðfræði auðveldlega. Rifjum upp. Númer 1. Byrja á byrjuninni. Númer 2. Kenna eitt í einu. Númer 3. Hafa samfellu í námsefninu. Númer 4. Markvissar æfingar. Númer 5. Kenna í hæfilegum bitum. Númer 6. Að tengja alltaf nýtt efni því eldra. Og númer 7. Að forðast stökk á milli efnishluta.
Með þessu erum við alls ekki að skella skuldinni á kennara. En það bara ekki raunhæft að ætlast til þess að einn kennari geti sinnt stórum hópi nemenda sem þarf mismunandi kennsluaðferðir, mismunandi hraða og mismikla athygli. Kerfi virka vel þegar allt gengur vel. Það þegar eitthvað bjátar á sem góð ráð eru dýr og þá skiptir miklu máli að velja rétta leið. Því árangur í stærðfræði ekki tilviljun og hann heldur ekki guðskjöf eða náðagáfa eins og sumir vilja halda fram. Fjarnámskeiði hraðbraut uppfyllir öll ofangreind atriði. Námskeiði sniðið að þörfum nemenda í 7. til 10. bekk sem standa illa eða vilja byggja upp góðan grunn í stærðfræði. Grunn sem svo góður að framhaldsskólastærðfræðin mun fara vel af stað þegar þar kemur. Ég býð þér að slást í hópinn. Smelt á hnappinn hér að neðan til að taka næsta skref.